Velkomin aftur. Nú erum við komið með góða gesti, fulltrúa frá ungu kynslóðinni, Ívan Árni Róbertsson, nemi í Menntaskólanum á Akureyri og Ingibjörg Bergmann Bragadóttir, nemi í Háskólanum á Akureyri. Verið þið velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Hvað segið þið? Tengið þið við þetta sem kom fram í innslaginu hérna? Hvað hefur verið einkennt kosningabaráttuna? Já, algjörlega sko. Ég meina margir góði punktar og sérstaklega tengi ég við þetta, þú veist, að segja að þetta rosalega vítt allt sem allir að segja. Það allir að, þú veist, hamra á því sama finnst manni, þú veist, það sem mest í þjóðfélaginu, heilbrigðiskerfið og menntakerfið og þetta allt saman. En það rosalega erfitt að greina á milli flokka, eins og einn nefndi þarna með fer frá bara alveg vinstri grænum upp í Sjálfstæðisflokki. Og það rosalega erfitt finnst mér sérstaklega sem svona, maður kannski ekki nógu mikið inn í þessu, ég veit það ekki. En rosalega svipað hjá mörgum flokkum. Og líka svo margir flokkar, það kannski ennþá verið. Rosalega margir. Ótrúlega margir flokkar. Og ég held að það sé svona, það erfið að þetta spannar svo vítt bil að maður þarf að skoða svo mikið og margt svo líkt með mörgum. Já, einmitt. Þið eru að kjósa í hvað sitt hvoru kjördæminu, ekki? Eða? Jú, ég kýs í norðvesturkjördæmi. Og ég í norðaustur. Er þetta í fyrsta sinn? Þetta er í fyrsta sinn hjá mér. Þetta er í annað sinn hjá mér. Já. En satt best að segja man ég ekkert hvað ég kaus í fyrsta skipti. Ég var svo illa upplýst um allt saman. Já. Einmitt. Já, hvernig finnst ykkur hafa verið svona, nefndi einhver þetta hefur verið svolítið persónulegt. Takið undir það að kosningabaráttan hafa verið svona á persónulegum nótum. Finnst ykkur það verið neikvæð kosningabarátta einhverju leyti? Já. Þetta er búið að vera ótrúlega skrítið allt inn á netinu. Það birtast bara hvort sem að það er á bakvið flokkum eða á bakvið bara einhverjum svona síðum sem við vitum ekki hver stendur fyrir. Bara einhver svona myndbönd það sem er verið að gagnrýna flokka og stefnur þeirra mjög harðlega og það hefur ekki einkennst í íslenskri pólitík. Nei, og sérstaklega líka samt finnst mér einstaklingar. Það er kannski ráðist, ég hef bara sérstaklega tekið eftir því með Smára í Pírötum. Það er búið að vera svolítið ráðist að hann finnst mér á mörgum miðlum og marga aðra náttúrulega líka, en það er svona bara frekar áberandi finnst manni. Og hefur ekki verið mikið, þetta er svona svolítið smita kannski af Bandaríkjaforsetakosningum finnst manni. Er hægt að finna tengingu þar á milli, haldið? Já, ég myndi segja það sko. Mér finnst þetta oft vera sko, mér finnst þessar kosningar líka snúast svolítið barning milli hvort við viljum líkjast meira Bandaríkjunum eða skandinavísku velferðarríkjunum. Já. Einmitt. Kannski ennþá meira núna því að bandarísku kosningarnir eru alveg í fullum gangi núna, eða kosningabaráttu. Já, einmitt. Það eru allir kannski með huganum þar svolítið. Og mér sé þessi myndbönd, þetta er svolítið mikið á netinu núna, er ekki sammála því? Myndbönd á Facebook og svona. Rosalega mikið, sko. Og þetta er svona flakkar á milli að vera pínu leðjuslagur og fer svo yfir í að vera voðalega svona mannúðlegt þegar Bjarni Ben er farin að baka köku og er orðinn flottur heimilisfaðir og maður tengir við hann og eitthvað svona, sko. Já. Finnst ykkur þetta sannfærandi allt saman sem þið eruð að sjá? Sko ég veit ekki, það er eins og hún nefnir þetta með leðjuslaginn. Maður stundum horfir á þetta og sér bara þetta er skítkast, þetta er bara verið að reyna að skíta upp á hinn manninn en síðan... Hvernig virkar það á mann þegar maður sér þetta? Ég tek nú bara öllu með fyrirvara, hvort sem það er eitthvað voðalega jákvætt eða neikvætt. Og reynir bara að hafa það í huga, maður líka, ég er náttúrulega í fjölmiðlafræði sko, þannig að og er með vefmiðil sjálf, þannig að maður reynir að horfa til þess að allt sem þú lest í fjölmiðlum þarf ekki endilega að vera sannleikurinn sko, en þó að það sé alltaf reynt að miðast við það. En já, ég passa mig að taka öllu með fyrirvara að þessu, já. Haldið að ungt fólk almennt gerir það líka? Hvað áhrif haldið þetta hafi á ungt fólk, svona allir þessir sem að gerast? Ég er ekki viss að til dæmis ungt fólk sjáu svona í gegnum eins og bara fjölmiðla, af því að þú nefndi fjölmiðla. Þú veist, hver á Vísi, hver á Morgunblaðið? Það er náttúrulega margir alveg fjölmiðlar sem eru litaðir af flokkunum, sko. Sumir sér maður bara beint í gegn að það er verið að drita á vinstri flokkana og svo sér maður aðra fjölmiðlar sem bara vinna í því markvisst að drita á hægri flokkana og svo framvegis, þannig að en ég veit það ekki, ég held að margir ungir krakkar, þú veist, fá ekki það kredit að þeir geta alveg, eru með gagnrýna hugsun og átta sig alveg á þeirra brauðir að ræða, sko. En aðrir samt eru meira auðtrúa en hinnir. Já, eins og gengur. Og svo náttúrulega eru margir litaðir af, ég ætla bara að nefna þetta sem trúarbrögð, sko. Þegar fólk er með flokkhollustuna alveg, foreldrar og svona sem að smita börnin sín, ósjálfrátt kannski.
Ég hugsa oft þetta sem íþróttafélag, sko, þú heldur Já. bara með þessum Já. flokki eins og þú heldur með einhverju liði. Já, Þór Káa, Valur Káa. Já, einmitt. En hvað með Snapchat og svona? Nú eru flokkarnir þar líka. Eru þið að fylgjast með Snappinu, eru þið alveg? Nei, ég reyndar með RÚV á Snap og það var skemmtilegt að sjá svona, þar sá maður svona breiðfylkinguna á hverjum degi en ég er ekki með flokkan á Snapchat. Nei. Nei, ég er ekki með það á Snapchat heldur, sko. Ég hef bara fylgst með þessu aðalega á netinu, mikið í samfélagsmiðlum og svona. Já. Nú hafa þið verið mjög virkir, ég er með nokkra á Snapchat og þeir eru mjög virkir á Snapchat flokkarnir. Haldið að það eru örugglega ætlað til þess að ná til ungs fólks, ekki síst. Haldið að það sé ekki að takast, haldið að ungt fólk er ungt fólk ekki að tala um það sem gerist á Snapchat hjá einhverjum flokki? Ég meira klálega, ekki í mínum vinahóp, sko. En Ekki mínum heldur. Nei. En þetta er alveg, ég meina það er náttúrulega allir vitlausir í Snapchat í dag, þannig að auðvitað hlýtur þetta að hafa einhver áhrif, sko. Já. Já, en kannski En samt ekki eins og haldið þau verið, eða Nei, hvað? ég gæti alveg trúa að það sé svoleiðis að fólk sé ekki kannski að taka þessu eins og þetta er ætlað. Þú þarf kannski að vera orðin 25. Kannski, það er ekkert sérlega mikið áhuga á stjórnmálum. Já, reyndar. En svona áhugi ungs fólks almennt, hann hefur nú ekkert verið neitt sérlega mikill kannski og kosningaþátttaka ungs fólks verið frekar svona dræm gegnum tíðina. Hvað finnst ykkur? Haldið þið að ungt fólk hafi áhuga á þessum kosningum og muni kjósa á morgun? Ekkert frekar en áður held ég, sko. Eða mér fannst það líka þegar ég var yngri, sko, að þegar ég var að fá kosningaréttin og svona og allir bara þú verður að kjósa. En ég bara skildi ekki neitt í neinu, ekki hvernig kerfi virkaði eða neitt. Og þú veist, ég skrifaði þarna greining daginn á kaffi.is þar sem ég var að reyna að útskýra kosningakerfi á svona aðeins auðveldari hátt. Já. Og það er held ég til þess að fólk geti kosið og takið upplýsta ákvörðun hvað það vill kjósa, þá held ég að þurfa að skilja aðeins kerfið fyrst. Já. Ég held að sé líka það er svo hættulegt, mér finnst vera allavega í mínum skóla, vera svolítið að fólk tekur eitthvað svona kosningapróf og ætlar að reiða sig á þeim niðurstöðum af því að það segir ekki alla söguna. Nei. Eru þið búin að ákveða hvað þið ætla að kjósa? Ég kýs að segja ekki frá því. Já, en að taka ákvörðun eða verður hún tekin á morgun? Hún er ekki komin allavega í hús held ég. Nei. Þetta er svona. Ég hef tekið ákvörðun en ég ætla ekki að greina frá mínu En það atkvæði. er kannski aðalega það, er maður búin að ákveða sig eða ekki? Já. Nei, ekki alveg, sko. Nei. Og kannski viljið ekkert spá fyrir hverjir verða sigurvegarar kosninganna? Ég meina, það er náttúrulega fyndið að fólk er að kjósa aftur til þess að losna við spillinguna en svo eru sömu flokkarnir eiginlega bara hæðstir aftur. Þannig að maður veit ekki, ég veit það ekki, sko. Hvernig það fer? Þetta er svo ótrúlegt að það voru stærstu mótmæli í Íslands sögunni og við erum samt að gefa þeim grið aftur. Þú veist. Já, maður er að heyra sömu manneskjurnar og voru að blóta Sigmundur Davíð og fleirum í Ösku. Núna bara, já, Sigmundur er nú samt ekki alls slæmur. Hann er flottur og, þú veist, gerði góða hluti og það bara breytist allt núna leið. Fólk einhvern veginn vill ekki gleyma því. Nei. Þetta er spennandi. Þetta er mjög spennandi. Erfitt að spá fyrir þetta? Já. En við fengum einmitt, bara langar að þakka ykkur fyrir að koma og deila þessu með okkur, en við fengum hana Siggu Kling í vikunni til þess að spá í spilin og úrslit kosningana. Við skulum skoða það hér á eftir. Velkomin Sigga. Hæ, elskurnar mínar. Gaman að sjá þig. Já. Velkomin norður. Já, og takk fyrir að bjóða mér svona mjög snemma í þáttinn. Því að ég er í raun og veru ekki vaknuð og þar af leiðandi er þetta svona hálfgerður trans. Já, það er ekkert mál. Þú ert glæsileg. Takk fyrir. Herri, fylgist þú mikið með stjórnmálum? Ég fylgist með öllu svolítið af því að mér finnst það svolítið svona rétt, eða sko maður á að fylgjast með þó manni finnst þetta viðbjóðslega leiðilegt að þá er það náttúrulega við þjóðin sem eigum að stjórna því hverjir eru að tuska okkur til að þess vegna eiginlega bara verðum við fyrsta lagi að kjósa alveg sama hvað, sko bara fara að kjósa og finna bara frá hjartanu fyrsta hugsun er svo rétta inn í kjörklefanum. Bara fylgja hjartanu? Já, fylgja hjartanu. Já. Þú ert ekki virk í stjórnmálum, þú ert ekki flokksbundin en eitthvað svoleiðis. Jöfisins kjaftaði er hérna maður. Við ætla að ná í kústi og segja svona það á ekkert að vera að spyrja að svona lög. Nei, afsakið. Já. Þetta kemur ekki fyrir aftur. Nei. En mátti þetta ekki. Þetta var aðeins svo mikið. Já, þetta er svona þú skilur. Já, ég finnst það svona því. Já. Heyrðu, þú ert spákona. Já, ég bara við kalla mig Siggu Kling en ég ólst upp á Snæfellsnesi þar sem allir voru að spá. Ég segi að allir hafi þessa gjöf
Þú veist hvað, þetta er fyrsta hugsun í alvörunni í öllu og hvað þú færði innsæðið, þú færði á spítala, þá stendur, þá er svona plasta til dæmis á borgarspítalanum, tjekk púls, tjekk þetta og svo stendur tjekk innsæði. Og við erum öll með það fiskimennindi sem að dreyma fyrir það er líka innsæði. Svo nota ég indverska talnaspeki hérna og allskyns spil og svoleiðis. Og ég get líka sagt þér fyrir veður og svona. Jú, já. Það verður óveður í stjórnmálum. Já, sérðu það fyrir? Þetta er náttúrulega sko orðið náttúrulega út í hött að svona lítil þjóð hafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 flokka til að berjast og þetta hefði ætti að vera eitthvað vit í þessu þó að ég ætla ekki að fara að stjórna neinu og það væri tveir og sko það væri meira gert úr því hver væri afgerandi sko. Eins og út í Bandaríkjunum sem við mættum nú taka til fyrirmyndar eða ekki. Já, eigum við ekki að vinda okkur í smá spádóma? Heldur þú getur eitthvað spáð fyrir hvernig þetta er að fara að þróast hjá okkur hérna? Þetta er náttúrulega sko, ég held að þetta hafi bara aldrei verið þvílíkt kaos sko, bara hver einasta manneskja bara sko sem er eiginlega bara komin yfir fermingaraldur í framboði og ég fekk þessi fínu gleru hérna lánuð því að maður vill sjá lengri en nefsitt nær og ég held að ég alveg viss það. Þetta er svolítið gaman að því að ég skoðaði náttúrulega sérlega hrifin af henni Lilju Dögg hérna, nýja utanríkisráðherranum. Hún er í talnaspeki 7 sko, við munum aldrei alveg fatta hvað hún er að hugsa, hún passar sig, hún verður alltaf flottust og svona og mér líst svo vel á hana bara og ég held að hún muni raða inn meira fylgi á Framsókn en við byggust við sko. Við erum náttúrulega svolítið sorgmætt yfir svona litríkur maður eins og hann Sigmund er farinn þannig að segja. Það er ekki hægt að opna neinn fréttablöð núna, það er ekkert að frétta. Það er engin skandall í gangi? Nei, og hann bara líka með fallega rödd og svona, þó ég bara man ekki alveg hvað hann sagði, en það er aukaðri. Þú heldur að Framsókn í mikið inni, þið komið svona kannski bættir að meina inn í það? Ég held að þeir fái betra en stöður segja til og svona enda búið að vera svo mikið uppgjör og þetta er náttúrulega eins og að ganga með barn bara í 6 mánuði og þurfa að fara í bráðakeisara. Það er enginn búinn að fatta þetta. Mjög óþægilegt. Og fólk veit ekki eins og það er kosið á laugardaginn, það er bara laugardaginn. Og svo, Þorgerður Katrín er náttúrulega 8 eins og Bjarni Ben og Katrín Jakobs og þetta eru svolítið miklir stjórnmálamenn, þú veist, og þau meina aldrei í raun og veru hætta. Og hérna, það er svolítið gaman á hann Bjarni Ben, hann er að loka ári í lífi sínu núna. Hann er að loka rosalega mörgu, þetta er eins og þegar maður á 12. mánuði ársins, þá hugsa maður hvernig var að gerast. Hann er að byrja í 9-10 ára tímabili núna í október. Og þá þýðir, og ef þið takið eftir því, þá var Bjarni Ben voðalega alltaf svo ljúfur og prúður drengur, skilurðu, þú veist og svona, og maður er alltaf bara langað þess að klappa hann. Svo bara í vor kom einhver sko svona stóri Dan út sko, ég veit ekki hvort þið tókuð eftir, það var alveg og það er 9 orkan, hann er bara, svo að hann er að fara í nýtt upp eftir 10 ára og það verður ekki siglt svo auðveldlega yfir hann. Það er ekki annað. Nei, og sko... Sérðu fyrir þér að Bjarni verði jafnvel ráðherra í næstu ríkisstjórn? Já. Og kannski bara með Lilju þá? Verður þetta bara óbreytt? Ég vona það, ég veit ekki, af því ég vona bara Lilja, sko, ég vil stroka út oft þessa lista, sko, eins og Þorgerður Katrín, Logi Már hérna, skilurðu, gullamanni og skilurðu, gerir mikið fyrir fólkið, Steingrímur J, hann er náttúrulega bara, segir alltaf það sama svona og skemmtilegu kallinn, en ætti kannski að skrifa bækur bara, ég veit það ekki. Og hérna Kristján Þór, hann gerir sitt besta og hann er góður við konur, hann er mjög góður. Skilur hann er kurteis og svona, skilur við flesta, ég þekki ekki annað. Og Óttar Proppi, já, ég man ekki hvað Björt Framtíð ætlaði að gera. Nei, í kosningunum? Já, hvað voru búin að lofa? Þeir ætla að hafa minna fúsk. Já. Sigurður Ingi, hann er náttúrulega bara fjölskyldumaður per se. Hann er þrjóskur, hann er fjölskyldumaður. Það verður erfitt í raun og veru að fá hann til kannski að gera margar nýjungar. Af því hann er 6 með útkominna 6 og það er fjölskyldan og svona svo. En þú veist bara, ég hef ekkert meira hann að segja. Og Birgitta, ef það var ekki Birgitta, þá var hann getur nú alveg glimt þessu bara. Heyrðu, hvað vorum við búin að reikna út með hana Birgittu? 10, 20 og 2, 23, 4, 27, 8, 9, 30, 22, 23, 24. Já, hún er náttúrulega 8 líka, eins og allir þessi stjórnmálamenn. Þeir eru, og
þeir þrífa svo vel í hópum átturnar. Þess vegna er það þetta. Þannig að þeir geta verið saman, Já. allar áttur geta verið saman, eða Í hvað? raun, Já. í raun, vegna þess að það þrífast á fólki, á jákvæðan máta, sko. En Birgitta er kannski engin svona utvengars maður, hún er kannski bara Ég svona held þessi hefðbundni stjórnmálamaður. ég held hún vilji það ekki í raun. Ef þið tókuð eftir því þá var hún svona að segja allir eiga að vera vinir, ég sagði þú veist svona og við getum bara unnið saman. Mér finnst það svolítið gáfulegt ef hún er að meina það. Já, einmitt. Já, 7, 8, 9, 10, 11. Þannig við erum svona komið langt með að greina Herðu, hún er í nýju upphafi líka eins og Bjarni Ben. Kannski að það verði vals. Já, hver veit. Þeir eru með sömu tölur, Já. bæði áttur og bæði að fara á upphaf. Já, Erðu að byrja bæði á B? Og byrja bæði á B. sem er mjög líkt áttu. Já, Þetta er Heyrðu, hægt að gera. Það þarf ekkert að kjósa, þetta er klárt. þetta er En að hjálpar. lokum, sko, Ísland er með töluna hvað? Ísland er 5 Já. eins og ég, skilur Já. Ísland, sko 5 er skemmtileg, hún kemur alltaf sífellt óvart eins og landið er í raun og veru að gera og það mun vera að gefa okkur meira og það er að koma rosaleg breyting inn hjá fólki, fólk er að opna sig meira og við erum að fara að heyra til dæmis gamla fólki bara komið með rödd og allir er komið með rödd og svona og við erum að fara inn í dásalegt ár, það verður mikið að gerast en það er ekkert neikvætt í stöðunni. Nei. Það er ekkert svona eitthvað hrun framundan, náttúrulega kannski getur eitthvað eldgost hvæst og við aðeins svona, þú veist, eitthvað svoleiðis en það er alveg magna hvað við munum gera af því að nú er allir fókusun á að við þurfum að gera eitthvað að viti og hjálpa fólkinu okkar og ég ætla að senda hérna einn skilaboð hérna til þjóðarinnar Já. en ég segi, það þýðir kraftaverk þegar að manneskja sem að jörðin er manneskja og þar alveg Ísland er 5 og er á 5 svo Já. núna er mikið kraftaverk að gerast og það getur enginn komið okkur koll. Nei, þetta. Við veljum okkur gott spil. Já, Já. þetta svona, það því, orðið ótti er lítið orð, þú þarft ekkert að óttast. Svo að það er ekkert að koma einhver klikkuð stjórn sem ég ætla ekki að segja hverju gæti verið. Nei. En við erum búin að fá smá vísa því hver það geti verið sem áður. Ég sagði ekkert um það. Nei, Nei. ekki neitt. Nei. En það er gott að vita þetta allavega, Já. það er bjart framöndan í Já, íslensku allir að samfélagi. kjósa, því það er svo mikilvægt eins og bara eins og hvernadaginn að mæta, kjósa, vera með og svona, skilurðu, ekki rífast í eldhúsunni yfir að þessi svona hinsegin heldur að vera aflið. Fín lokaorð. Frábært. Þetta var magnað, við Já, erum bara miklu nær myndi ég segja. Og miklu glaðari. Akkúrat. Takk fyrir að koma og Það er góð. bara við höldum áfram hér eftir stutta stund.